Það er komin heim og komin í IA. Ef við byrjum bara á því, hvers vegna IA? Já, hvers vegna ekki, þetta var það er betri spurning sko, það er bara allt sem að heillaði mig við þetta. Þeir eru komin með frábæra aðstöðu, þeir eru með mjög spennandi hóp, margir ungir strákar og svona góð aldursblanda myndi ég segja. Svo byrjar að æfa klukkan 11 sem að auðvitað hjálpa svolítið til þegar maður er svona orðinn pabbi. Og svo náttúrulega bara gríðarleg hefð þarna fyrir góðum árangri og ég veit að eins og þeir sannfæruðu mig og bara fékk ég allt Skaga samfélagið á bakið og er bara rosalega spenntur fyrir þessu og það er allt bara til alls þarna að ná góðum árangri og ég vil auðvitað bara gera allt hvað ég get til að hjálpa því að verða veruleika. Við hverja ræddirðu hjá IA? Ég talaði náttúrulega fyrst við Ingimar og svo veit ég ekki hvar síminn stoppaði sko og svo hringdi formaðurinn Eggert og svo auðvitað Lárus Orri, Reynir Leósson var mættur þarna og svo náttúrulega þekki ég svo marga af Skaganum, Gulli Jónsson náttúrulega þjálfaði mig á sínum tíma þegar ég var heima og bara svo margir sem höfðu samband og voru spenntir fyrir þessu þannig að maður einhvern veginn hefði alveg sprotið nokkur hjörtu hefði maður ekki komið þannig að frábært að þetta var lendingin. Bara svona, varstu búinn að huga heimkomin lengi? Já, þú veist, þetta hefur alveg kýtlað í smá tíma og náttúrulega komið núna með barn og annað á leiðinni og við vorum orðin svona smá bensínlaus þarna út í Armeníu, náttúrulega mikill svona kúltúrbreyting að vera þar. Þannig að við ræddum þetta fram og tilbaka og ég held að það hefur svona gert útslagið þegar kona mín var ólétt núna aftur að þá var þetta bara ein í stöðunni og sama líka, þú veist, það er spennandi að koma heim, ég er mjög 7-9-13 hefur verið mjög heppinn með líkama og líður mjög vel í skrokknum. Þannig að, þú veist, já, ég er bara svona smá men on a mission að hjálpa í að bara lyfta öllu þarna og þetta náttúrulega lítur gríðarlega vel út og þeir hafa verið að vinna frábært starf síðastliðin ár. Og vonandi get ég verið eitthvað púsl sem að vantar í að svo ná ennþá hærra. Hefur auðvitað komið fram á ræddi við annar liðið FH þar á meðal, kannski einhver fleiri önnur. Var þetta erfitt val á endanum? Já, þetta var nefnilega það sko, þetta var eiginlega bara ef ég horfið tilbaka yfir ferilinn bara erfiðasta ákvörðun sem ég tekið að þakkláttur fyrir að voru nokkur lið sem að töluðu við mig og ég vildi bara svona hugsa þetta vel með sjálfum mér og finna svona magatilfinninguna gagnvart þessu öllu og náttúrulega bara hlakka mér til að koma heim, þú veist það eru svo margir að vinna frábært starf í kringum deildina og þið meðal annars og þú veist þetta bara orðið rosalega spennandi og margir frábæri leikmenn, mörg góð lið. Þannig að ég vildi vanda valið vel og tilfinningin sem ég fékk þarna var bara frábær, þeir unnið allt mjög vel og svona nánast létu mikið friði, það var kannski eina sem en þetta var, já, bara svo kom þetta heim og saman og eins og ég segi, magatilfinningin var frábær fyrir þessu og bara mjög spenntur. Hvað langaði að gera með IA? Já, stóra spurningin sko, þú veist, auðvitað þarf ég kannski smá tíma svona til að sjá hvernig þetta er, en svona með við fyrstu dagana þá er þetta eins og ég sagði áðan, rosalega góð blanda á leikmönnum, við erum með reynslu en svo erum við með svo marga unga góða gæja þarna og vonandi get ég hjálpað þeim bara að taka svo næsta skref og vera ennþá betri og eins og ég sé þetta þá er þetta bara IA skilur og mikil hefð þarna eins og ég sagði áðan að við bara mun bara ráðast á þetta. Svo sjáum við þetta hversu langt það tekur okkur en á sama skapi þá náttúrulega kennir tímabilið í fyrra þeim og okkur að þú veist menn þurfa að vera tilbúnir náttúrulega árið þar á undan frábært og gríðarlega nálægt í að ná í Evrópusæti en svo byrja tímabilið í fyrra náttúrulega illa þannig að við þurfum bara að vera á tánum allir og já þú veist þá eru bara okkur allir vegið færir og eins og ég segi ég held að það sé rétt að svona leiðin til að orða bara að ráðast á þetta allt saman. Þetta er mikill uppgangur, maður sér það bara helst á leikmannamarkanum núna í vetur, bara mönnum er alvara. Já, klálega og ég fann það bara strax frá fyrstu stundu, ég mætti þarna á fund og þeir bara heilluðu mig líka upp úr skónum, þannig að rosalega spenntur og þekkjandi sjálfum mig, ég veit bara að ég mun gera allt sem ég get til að og auðvitað ræddu aðeins svona markmiðin og hvernig þetta lítur allt saman út og hvernig þeir hafa unnið í rauninni vel í nokkur ár, tengt bæði hópnum og svo náttúrulega eins og ég segi að aðstæðan er bara upp á 10 þarna, frábær ný aðstæða. Þannig að já, þú veist, þetta lítur allt mjög vel út og ég er bara mjög spenntur fyrir þessu. Veistu, myndu spila í bakverði eða myndu spila á miðjunni eða eitthvað komið á reynd með það?
Nei, svo það, þú veist, að hlutverk mitt innanvallar og utanvallar, það var líka eitthvað sem heillaði mig mjög mikið og svona öllum líkindum, eða bara já, þú veist, þá er talað um mig að ég verði spilandi á miðjunni og það er náttúrulega eitthvað sem ég sakna svolítið, spilaði vissulega Evrópuleikina núna á miðju, þannig að en annars á að liði nokkur ár síðan ég fengi svona fast hlutverk á miðsvæðinu og persónulega finnst mér það henta mér best, þannig að það var eitthvað sem heillaði mig líka mjög mikið og bara þetta kom allt heim og saman að þá já, var þetta bara frábær niðurstaða. Þetta bara núna komið rúmur áratugur þar sem varst út í atvinnumennsku, bara lítið stoltur tilbaka? Já, bara þú veist, heppinn að vinna nokkra titla og fá nokkra landsleiki og held ég að við svona nánast öllum mínum markmiðum. Auðvitað, þú veist, eitthvað mistök hér og þar og maður svona kunni kannski ekki alltaf alveg á landsliðið í fótboltaheiminum. Þannig að maður svona brenndi sig kannski einhvern tímann á því og svona hvernig maður átti að gera þetta allt. En heilt yfir, þá bara lagði ég allt í sölurnar, skilur, og geri það ennþá. Þannig að þá getur maður alltaf horft tilbaka bara og verið ánægður með sjálfan sig, sko. Eitthvað svona einn ákveðinn hápunktur á ferlinum? Erfitt að segja, þú veist, svona mörg skemmtileg tímabil. Það var náttúrulega svolítið sérstakt að fara í MLS-deildina og vinna þar, vera partur af því að New York vann í fyrsta skipti og ég vissi að það var búið að vera markmiðið hjá þeim lengi. Eða þá öll þessi 7-8 ár í raun og veru síðan að klúbbinn var stofnaður. Þannig að það var náttúrulega mjög stórt, en svo líka bara, þú veist, ég held að þegar maður horfir tilbaka þá er maður alltaf stoltastur þegar maður er í landsliðsbúningnum. Þannig að það var auðvitað bara hápunktar allt saman líka. Já, ég held að það sé svona tvennt sem ég myndi helst nefna.